Verkefni 11 í Excel, síða 1, verðmunur. Ég ætla að setja formúlu í D3 sem sýnir hlutfallslega hækkun milli ára. Í Excel eru reikningsaðgerðir teknar fyrir í ákveðinni forgangsröð. Eins og í venjulegum almennum reikningi þá hafa svigar áhrif á röð aðgerða og aðgerðir með sama forgang reiknast frá vinstri til hægri. Þannig að ég segi hér sama sem og nú þarf ég að opna sviga og ég smelli í töluna C3 sem hærri talan og dreg lægri töluna frá og loka sviga og ég deili með gamla verðinu, eldra verðinu. Þannig að þarna er verið að draga frá og finna mismuninn og setja bara í eitt hólf hlutfallslega breytingu. Og af því að plús og mínus skipta liðum að þá þarf ég að setja sviga hér utan og þá byrjar hún að draga þessa tölu frá þessari og deilir í útkomuna með D3. Ég ætla að ýta á Ctrl og Enter, eins og við sjáum það kemur bara 0 hér af því að niðurstöðutalan kemur í tugabróti. Ég ætla að setja prósentustillingu á hólfið, þá fæ ég 16% og ég ætla að hafa 1 aukastaf til að hafa þetta nákvæmar. Smelli ég hér og ég get afritað niður. Þá kemur þetta svona. Síðan ætla ég að búa til annað myndrit. Þá setja ég A3 til A6 í blokk hérna og ég held Ctrl-hnappi niðri og dreg yfir hér. Þegar aðskilin hólf í Excel í myndriti í Excel eru valin, að þá þarf að halda Ctrl-hnappi niðri á milli. Og nú ætla ég að fara aftur í Insert og velja myndrit og ég ætla að velja þetta myndrit hér. Ég ætla að færa það hér neðar, að minnka þetta aðeins hérna, svona. Og ég ætla að velja útlit, þetta útlit og ég ætla að skrifa fyrirsögn hlutfallsleg breyting milli ára. Nú sjáum við að það kemur hérna hlutfallsleg breyting. Og ef ég vil setja ramma utanum, þá fer ég hér í format og Save Outline. Og ég ætla að vista.